Ja, mér varst bara mjög ánægjulegt að menn alltaf þá gefa þessu aðeins lengri tíma. Það var það sem við töldum alveg nauðsynlegt að gera. Það var auðvitað búið að vinna vel að þessum samningum sem að þó miðuðu svona flestir að einni leið. Hún gengur ekki eftir og þá finnst mér ómögulegt að menn skili inn lyklunum. Mér finnst alveg nauðsynlegt að menn gefi því lengri tíma, setjist niður og leiti nýrra leiða, nýrra lausna og að því hvort ekki er hægt að finna nýjar leiðir. Nú liggur fyrir líka að ársreikningur 2015 hann var að skila öllum þeim markmiðum sem að menn settu sér í upphafi ársins. Þetta að ganga vel og mun betur heldur en að vera hreiknuð með. Tekjurnar eru að aukast mikið meira heldur en menn áætluðu. Það þýðir ekki það að við þurfum ekki að semja. Við þurfum auðvitað að semja við okkar lánardrottna. Þannig að ég ekki að segja að það þurfi ekki að ganga til neinna samninga en við verðum að setjast samt niður með þeim og vinna þetta mál. Við höfum nógan tíma til þess. Við höfum enn 6 ár til að ná þeim viðmiðum sem við ætlum að ná og kröfuhafarnir hafa núna lýst því yfir að þeir vilja endilega ganga til samninga við okkur. Þannig að ég mjög ánægður með það að við gefum þessu aukinn tíma. Fannst þér þetta koma á óvart? Já, þetta kom þetta mér á óvart. Við fréttum ekkert af þessu fyrir bara rétt fyrir fund. Það var búin að undirbúa sig undir allt aðra ræður hér heldur en þá sem að síðan varð. Hvað með framhaldi? Hvernig svona leggst þetta í þig? Heldur þetta gangi allt saman vel? Ég vil vera bjartsýnn það, já. Og ég vona að bæði bæjarráðið allt og bæjarstjórnin verði þá samhent í því að ganga til þessara viðræðna, verði svolítið opin fyrir lausnunum og þá ég algjörlega sannfærður það. Við finnum þær leiðir. Hvernig hefur svona eitthvað samband við meirihlutann verið í kringum þetta? Nú voruð þið ósammála þessi mál en ætlið þið að vera sammála að klára þetta? Ja, við vorum kannski ósammála lyktir málsins. Við höfum nú unnið bara ágætlega að þessu allan þennan tíma. Við höfum held ég bara starfað vel saman að því að reyna að standa í þessum viðræðum. Þannig að ég vil alls ekki segja að það hefur verið slæmt samband eða slæm samskipti síður en svo. Það verið bara ágætt samvinna. Við vorum hins vegar ekki sammála þessa niðurstöðu sem átti að koma til afgreiðslu hér. En vonandi gefur þessi frestur okkur þá tækifæri til að finna leið sem við verðum allir sammála með. Reksturinn hefur verið að batna mjög mikið og það eru mjög bjartar horfur í flestum þáttum í bæjarfélaginu og það var að koma fram núna á bæjarstjórnarfundi að það gríðarleg aukning á öllum sviðum. Hvað viltu segja það? Ég meina það auðvitað bara allstaðar í fréttum eru jákvæðar fréttir frá Reykjanesbæ. Það eru á fasteignamarkaði, atvinnumarkaði og byggingariðnaðurinn og allt á blússandi siglingu. Þannig að það svolítið skrítið þegar bæjarinn sér allt í svörtu ljósi og ég held að við þurfum ekki að gera það. Það alveg rétt að sá ársreikningur sem við erum núna að fjalla hann sýnir miklu meiri tekjur heldur en við höfum reiknað með og það vegna þess að atvinnuástandið hefur batnað, laun hafa verið að hækka og fyrirtækjunum að fjölga, íbúunum að fjölga miklu meira heldur en landsmeðaltal gerir ráð fyrir og horfur á mikið meiri fjölgun heldur en var á síðasta ári. Þannig að ég held að það séu allar vísbendingar til þess að þetta geti gengið vel.